Góða kvöldi. Gott sjá ykkur. Við skulum rísa fætur og lofa Guð. Blessed are those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend the knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Blessed are those who seek His face, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to live, whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh Jesus, oh for Your glory. Come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I'll bless Your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I'll bless Your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I'll bless Your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I'll bless Your name. Every chance I get, I'll bless Your name. Every chance I get, come on and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come on and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Come on and bring your offering. Sing if you know His grace. Come on and lift up your holy hands. He's worthy of all our praise. Yes, He's worthy of all our praise. Það er gott að lofa Guð. Gott að blessa nafni hans.
was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed, His grace runs me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. The sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who
yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, salta böl sem bindur brotið þig. Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús, yfir þar sem óttinn lamar að. Við hvern þann sem að byrðar ber og þunga, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini ég segi nafnið hans, Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur ekki skín gegnum skuggann, þú ert Guðs son. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús, yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Frá fjallsbrún hrópum
Jesus strætir mann, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vann. Yfir alla vini ég segi nafnið hans, Jesus. Oh, 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 oh. All my words fall short, I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was still, and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, don't you get shouty, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shouty, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing it now. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs.
So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Don't you get shy on me, lift up your soul. You've got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. So get up, get up. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. So get up, so get up. Frelsar á ég og vinur minn, hann elskar mína sál. Í öllum raunum ég treysti honum, hann aldrei fer mér frá. Eina sem ég þarf er Jesús. Ég vil aðeins syngja hans nafn. Einum þér ég tilheyri, Jesús. Ég frelsi fyrir náð
þína. Ekkert annað í þessum heim sem fangar mína sál. Því lausnargjaldið varir eilíft, nú frelsarinn mig á. Eina sem það Jesús. Ég vil aðeins syngjum hans lov. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Já, þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál er fyrir þig. Eina sem það Jesús. Ég vil aðeins syngjum hans lov. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Eina sem það Jesús. Ég vil aðeins syngjum hans lov. Einum þér til heyri Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Einum þér til Jesús. Ég frelsi fyrir náð þína. Halleluja. Hvað segið þið? Hvað segið þið? Af hverju? Amen. Það er tekið eftir, við vitum alltaf þegar okkur líður illa út af hverju það er. En þegar við segjum okkur líður vel þá vitum við eiginlega ekkert út af hverju það er. Kannski er það því að okkur líður ekki illa. Það getur verið. Ó, yndislega lofgjörð. Ó, besta sem til er. Og velkomin á samkomu. Gerðum smá breytingu, ég ætla að leyfa körfunum að ganga. Gott að gefa í Guðs ríkið. Gott að geta verið til staðar fyrir fólk. Það reynum við að vera í þessu starfi. Þannig ég ætla að láta föturnar ganga og svo pósinn aftast eða viljið draga kortið. Gott að gefa af sér, besta sem til er. Alveg svona sér peningar, kærleikur, vinátta, ást, umhyggja, þetta er allt farað 1000-falt tilbaka. Það er allavega mín reynsla. Ég get ekki haldið á einu einasta aur. Ég myndi aldrei geta sparað. Það er alltaf ykkur sem þarf á okkur að halda, þá þurfum við að vera til staðar og hjálpa fólki. Er þið sammála því? 2 amen.
af því að ef það er ekki þannig þá er það græðgi og við viljum ekki vera þar. En ég, það er svo skrítið, það sem ég ætla að tala um, efni sem ég ætla að tala um aðeins við ykkur í dag, sem að er mér rosalega mikið svirði og það er friður. Og þá friður við Guð. Og ég held að sé með mörg okkar, við erum alltaf, getum fengið smá tónlist undir, það er svo gott. Að þegar ég var þetta efni sem ég ætla að tala um núna, það þvælir svo fyrir okkur þegar að reiðin kemur upp í okkur og við eigum ekki frið í hausnum. Það er oft hausinn sem er að taka yfir. Og ég held ég að sjaldan lent í mörgum eins atriðum í dag sem að fóru svona að espa undir það að ég væri nú ósáttur, sko. En það er bara þannig, ef við eigum frið við Guð, það er 1, 2 og 3, það er eiga frið við Guð. Og við eignumst þennan frið með því að þegar við játum í bæninni, að við játum vörunum og trúum í hjartanu að Jesús sé drottinn og hafi dáið fyrir allar okkar syndir og ábrot og þá stendur að við munum hólpin verða. Og þá göngum við inn í þetta ríki Guðs. Þetta er einföld bæn en gríðarlega mikilvæg. Hún tekur okkur dauða yfir í líf og þegar við játum bænina þá er það svo margt sem fylgir henni. Við komum inn í Guðs ríkið og það líka borðast svo fast í mér sameiginleg velferð okkar situr í fyrirrúmi bati eins og sérhvert sem undir einingunum komið. Það er borðið í mér í dag líka. Sem segir okkur það, þegar að við eignumst þennan frið Guðs í hjarta okkar, þá þurfum við að viðhalda honum og lifa hann út til annara. En það var allt gert til þess að tryggja hann á mér í dag. Og stundum var alveg svona á mörkunum að ég leti undan og holdi fara að stjórna og hausinn fara að stjórna. En það er bara með út af hverju þetta gerist, út af hverju gerist í lífi okkar, hvað er það sem gerir það verkum að þá er ég kannski að tala um að fólk eigi ekki frið í hjarta sínu. Það er ekki ná árangri í göngunni með Guði, það er heldur ekki ná árangri í göngunni að verða án áfengis og fíkniefna. Og það er svo skrítið að þú getur séð þetta fólki eftir þennan tíma sem maður er búin að vinna við þetta núna, að þá getum alveg séð að fólki hver er ná árangri og hver ekki er ná árangri. Og það getur verið rosa erfitt stundum að þurfa að fara til fólk og segja þú verður að laga þetta. Þú veist, ef þú ætlar ná árangri að þá verða þessi hlutir að vera í lagi. Og einn hlutin af því að það er, í mörgum er svo mikill ófriður. Það er ekki friður innan með, það er hlutin sem þú er búin að gera, hlutin sem þú er gert í gegnum neysluna þína. Og þá komum allt vera af þessum hlutaði þegar við komum fram fyrir Guð og biðjum hann að koma inn í líf okkar, að þá fyrirgefur hann okkur allar okkar syndir og allt það sem við höfum verið að berjast við. Ekkert að hrætt við þetta orð synd, við þurfum ekkert að hrætt við það. Það eru bara afbrotin og allt það sem við höfum gert. Og Guð fyrirgefur okkur, þá gefur hann okkur þennan frið. Og við notum í bæninni mjög mikið, þá notum við að við séum ekki hugsjúkum en eitt heldur gerum í öllum hlutum óskir okkar kunnar Guði. Með bæn og beðni og þakkagjörð. Við þökkum hann fyrir að hann heyri bænir okkur og hann svaraði þeim. Og svo stendur að friður Guðs sem er æðri öllum skilningi. Takk ég því. Æðri öllum skilningi mun varðveita hjarta þitt og hugsanir í Kristi Jesú. Og það er staðurinn sem við þurfum að vera á. Og ég þarf ofta að taka í þessa bæn á daginn þegar ég er að vinna með fólki sem eru kannski mínir skjólstæðingar í dag, sem eru nú bara 65 manns í dag. Og það er bara getur verið rosa mikil vinna og sérstaklega þegar að því neyslan, hún hefur orðið svo óbóðslega þung og hún er orðin svo erfið, það er svo marga myndir á henni í dag. Miklu meira heldur en var hérna áður, þegar við vorum að díla bara við svona fyllibitur eins og mig. En það er bara svo ótrúlega mikið sem er í gangi. Og ég sé þetta svo mikið af fólki þegar ég finna það á ekki friði í hjarta sínu. Það getur ég séð í umgengninni. Það sést hvernig fólk gengur það sést hvernig fólki gengur herbyggi sitt eða þrífur sig eða hugsar sig, að þarna alltaf á bakvið þetta er ófriður og óöryggi sem á sér stað af því við erum ekki að stíga skrefin sem við þurfum að stíga. Besta leiðin til að byrja er að taka móti Jesú Kristi inn í lífið. Og ef þú ert hérna í kvöld, þú ert ekki búin að gera það og ert búin að vera að berjast, það gengur bara ekki neitt. Það er alveg saman hvað reynir, það er alveg saman hvað það gera, það er bara ekki að stíga áfram. Og þú ferð alltaf inn í sama farið, umgengnin kringu þeim verður hræðileg og þú hugsar ekki þig og þú þrífur þig ekki. Það er bara fullt af hlutum og síðan þú stundar ekki 12-spórakerfið, þú ert óbyrgur í fjármálum og stendur ekki í fjárhagslega skuldbindninga þó jafnvel þú hefur efni á því að gera það.
Og síðan kemur reiðin og svo kemur ofbeldi ofan á það og þetta endar alltaf á sama veg og við dettum í það að nýju. Og þessna svo mikið að krakka sem í tíminn sem við lifum á í dag að við getum ekki treyst á neitt nema Jesú. Við getum bara treyst á Guð í lífi okkar. Og þegar við eignumst þennan frið sem æðri öllum skilningi manna, þetta bara allt annar friður heldur en heimurinn að gefa, að þá fer okkur að líða betur og þá getum við frá að raða sporunum upp rétt og förum að vinna sporavinninu okkar. Við förum að fara til fólk sem við höfum gert á hlut og við förum að vinna það. Og að því það svo margt í þessum heimi sem gerur okkur reið, sem að ógna þessum frið. Og það stendur hérna, stendur í Jóhannes 14:27, frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartaði skelfist ekki, né hræðist. Og þetta svona friður sem allt öðru en friðurinn sem heimurinn að gefa. En það Jehova Shalom, það eitt af nöfnum Guðs. Ég Guð friðarins og hann friðarinn af Guð. Og finna friður einu af okkar dýpstu þörfum. Guð hefur lofað okkur hugarró, svo ef þú hefur ekki, ættu þú að spyrja hvers vegna. Og það nokkur atriði sem ég skrifaði niður. Eitt það að þú missir friðinn þegar aðstæður eru óviðráðanlegar. Þú ræður ekki við þá. Mikið í lífinu óviðráðanlegt og við vitum, við sitjum föst. Og við sitjum föst í umferðinni. Við missum að mikið viðburði. Hjónar reyna að koma saman hjónabandinu, það einhver óeining þar inni. Einhver missir vinnuna óvænt og velti fyrir sig hvernig hann muni sjá fyrir fjölskyldu sinni. Þetta eru hlutir sem stóra og smáur og gerast og við verðum svekkt og við missum þessa hugarró sem við erum með. Þetta einn hlutin að því. Svo númer 2 sem kannski svolítið á við okkur. Þú missir friðinn þegar fólk óumbreytanlegt. Þess að þú getur ekki breytt þeim. Og það rosalega erfitt, sko. Og það eitthvað sem við getum ekki gert. Fljótasta leiðin til að missa friðinn að reyna að breyta ykkur öðrum. Flest eru bara ekki að fara að breytast á þann hátt sem þú vilt að ég geri. Og jafnvel þó við vitum að það virkar ekki. Þetta virkar ekki. Þá gerum það samt. Og þetta skapar þennan ófrið í hjarta okkar. En vitið það, þú hættir að dæma, þú hættir að reyna að breyta fólki þegar þú eignast þinn eina sanna frið sem þú færð bara frá Guði almáttugum. Það friðurinn sem vorum að tala um, þessi óumbreytanlegi friður. Og þá erum við ekki að karpi þessu. Ég nota þetta og ég segi þetta oft hérna að maður sé að ég þetta rottuhautar og vona hinn drepi, sko. Og það akkúrat sem við erum að gera þegar ófriðurinn í hjarta okkar. Að við erum bara að háma í okkur eitur og vona einhver annar drepist sem að veit ekki eins og að því við séum fúlir út í hann. En þegar að friður Guðs kemur inn í líf okkar, þá fyrir hann á stjórn. Og þá kemur kannski ekki rök hugsunin, en hugsunin sem verður til í hjartaðinu, hún fer að stjórna hvernig þú vinnur. Og þessi vörð sem ég og þessi mínu starfi, ég var ofboðslega bara fastur fyrir hérna með nokkur dögum síðan. Og hérna menn fengu alveg taugaáfall, sko, því að ég var svo rosalega hávær. Og ég var ósáttur hvernig hlutin verður. Og þá maður fann að dansa á þessari línu. Að því mitt starf fjallar það að við reynum að vísa fólki í leiðina hvernig best að taka sig út úr kringumstæðin sem maður komin í. Við reynum að gefa fólki ábyrgð, að fólk ábyrgist lífsitt. Það ábyrgist í þeim hlutum sem það þarf að standa skil á. Og einn hlutin af því til þess að mæta hér á samkomur. Og það gengur bara rosa erfilega fyrir suma. Það að stunda 3 fundi á viku á samtökunum, það gengur mjög illa hjá mörgum. Að vera með trúnaðarmann, það gengur líka mjög illa. Það líka morgunfundir á hverju morgni 9:30. Og það getur líka verið erfitt. Að við erum öll að berjast yfir þessa hluti. Og ofta bak við þetta ófriður. Við höfum ekki frið í hjartanu. Þannig í kvöld ætlum við í fyrirbæninu eftir, þá ætlum við að biðja hérna saman. Og ef þú ert hérna inni og átt ekki þessa lifandi trú, hafðu alls konar skoðan okkur, það í góðulega, það skiptir engu máli. Hann þekkir þig, hann þekkir þig betur en þú þekkir þig sjálf. Hann veit nákvæmlega hver þú ert og á hvað stað þú ert. En það sem hann þráir, það að grípa inn í líf þitt
og gefa þér hana frið til þú svo getur unnið úr kringustæðanum. Við sjáum þetta í stríði til dæmis, þar sem ófriður er. Öll mistökin sem eru gerð í ófrið. Öll mistökin sem eru gerð þegar höfuð er ekki, hugsunin er ekki rétt og rökhugsunin er ekki rétt. Og það er nákvæmlega sama í lífi. Við förum að gera hluti sem við vitum að eru kolrangir, en við gerum það samt. Og þetta endur líka í orðinu, að náð eru hólpin orðin fyrir trú. Að náð Guðs er yfir lífiðinu. Guð hefur fyrirgefið þér í Kristi Jesú. Höfum það bara algjörlega á hreinu. Þannig að þú ert ekki að vera óttaslegin og friðlaus gagnvart því. En það eru kringumstæðin í kringum okkur sem ger okkur óörugg. En þegar þú átt trúna, þú átt þessa festu og þennan klett til að standa á, þá verður miklu auðveldar að eiga við fólki í umferðinni sem er fyrir og bjánin sem gaf ekki stefnumerki. Skilur þið? Hugsið ykkur hvað er fara að stjórna líf okkar þar. Hvernig fólk haga sér í kringum okkur. Við þurfum að vita hver við erum. Og við erum í Kristi Jesú, þá erum við fullkomin sköpun hans. Hann er með brjálæðislega áætlun fyrir einn og sérhvern sem er hérna inni. Ég hafði ekki trú á því 2010 að Guð hefur áætlun fyrir mig. Afdala fyllipittu sem gat alla staðið í lappirnar eða opnað hurðir eða gjörsamlega búin á þeim. Guð hafði áætlun og við verðum að læra að stíga inn í hana. Það þurfti að pressa mig algjörlega niður í duftið til þess að skilja það að ég reð ekki við þetta sjálfur. Og við ráðum ekki við þetta sjálf. En það sem við getum gert, það er að eiga góða vini, það er að eiga gott net í kringu sig, eiga trúnaðvini. Það sem maður getur deilt þessum hugsunni sínu með. Fengi aðra hlið á málunum, við þurfum á því að halda. Og þar kemur þessi sameiginlega velferð situr í fyrirrúmi. Það er velferðin okkar sameiginlega velferðin. Að við hjálpum og styðjum hvort annað. Af hverju á ég að fara að gangi í gegnum hvern hluti sem Gulli er búinn að gangi í gegnum? Af því hann getur bara sagt mér það, Óli, ekki fara þessa leið. Og við þurfum að læra að hlusta á hvort annað. Ekki alltaf að vera að vaða út í sömu hlutina, sömu erfiðleikana. Og ofmatið er svo ótrúlega mikið, sérstaklega þegar við erum komin á annan stað og ófriður er farin að stjórnast í líf okkar. Allt sem við gerum er stjórnast af ófrið. Það er ekki friður hér innra með þér. Leyfðu Guð að gefa þér frið hérna innra og sjáðu hvernig hlutinir gjörbreytast. Fíflónum fer að fækka í kringu þig. Og þeir voru kannski aldrei einn fífl, þetta var kannski bara í hausnum á þér. Og þú uppgöt að það er alls konar hluti sem þú hélst, þeir voru ekki svona. En til þess að gera það þurfum við að eignast þennan frið, yndislega frið sem Guð getur gefið. Og ég er svo þakkláttur fyrir að stundum er ég að gangi gegnum bara alveg rosa erfiða hluti og mér veist stundum er ég, ef ég er búinn að ofkera mig, ég fann einu sinni predikun sem ég bjó til 1993 og ég þetta Guðaði bara skellt inn í andlitið. Ég man að ég prentaði út alla predikanir sem ég predikaði á þessum tíma og setti í svona plastmöppu og þessi hét að brjóta náttúrulegt umhverfi sitt. Og ég fór að lesa þetta, mjög aðspyrnu skemmtilega predikun. En hún fjallaði það að þegar maður brýtur náttúrulegt umhverfi sig að þá missir maður varnirnar. Það er að þú vinnur of mikið, þú ert búin að taka of mikið að þér og það er hlutinur orðinni þér ofviða að þá kemst óvinnun að til þess að ráðast gegn þér. Og það er þar sem hann gerir það oft. Og við höfum séð marga yndislega guðsmenn falla þegar að menn eru búin að ofkæra sig á vinnu og svefnleysi og þú brýtur þessi náttúrulegu lögmál sem er í lífiðinu og þá kemur óvinnun og hann slær. Hann situr og kvankar út allt og býður til að geta ráðast gegn okkur. Hann er aumingi, hann er tannlaus aumingi og hann á að vera undir fótunum á okkur. Hann er aumingi. En við þurfum að vera í lagi til þess að geta staðist þessar árásar óvanir sem reyna að koma inn í líf okkar. Alltaf minna okkur á hvað við erum ómöguleg. Alltaf að minna okkur á alls það sem förum að það verður erfiðleikar. Allt sem við gerum er mislukkað. Ég kann ekki neitt, ég geitir ekki, ég skil ekki neitt og ég veit ekki neitt. Þetta er það sem er að gvappi í eyrun á okkur alla daga. Og á þessum tíma sem er núna eins og það er búið að vera mjög mikið álag og það er kannski bæði fjárhagslegt álag, hvernig á að láta hlutina ganga,
Það eru margir sem þurfa á hjálpina að halda og það eru færri herbyggi heldur en fjöldinn sem að þarf á að halda. Þeir langar til þess að hjálpa öllum. Svo er eitthvað sem er í húsinu og þeir alls ekki að gera það sem á að vera að gera og það gerir þið leiðan og það er ágætt með að það gerir mig leiðan og þá gerir það mig ekki reiðan og meðan og það er verra. Og af því það er versta sem til það er reiðin. Reiðin er það versta sem gerist til líf okkar. Hann er eins og hvirfilvindur, hann fer allt og skilur eftir sig bara auða jörð. Hann rífur allt upp með rótum, sama hvað það er. Og þar vil ég ekki vera í reiðinni. Þannig ég bið Guð dalega að gefa mig frið, sinn frið. Og það hjálpaði mér að ganga gegnum daginn og stundum skilur maður ekki alveg hvernig maður fer í gegnum. Og ég sest oft inn í stofu heima því ég kem heim á kvöldin og alveg búin að því og þetta er búið að gerast, þetta er búið að gerast og fólk í kringu þið er að deyja, fólk sem er að detta í það, fólk sem er að ná árangri, þetta samblandast í eitt allserja svona, hvert er ég komin, hvað er ég búin að gera og þetta gerist þegar þreytan er að koma yfir. En ekki misskilja mig, þetta er skemmtilega sem ég geri. Ég hef sagt það og segja það enn. Ég fæ alveg sömu tilfinningu því ég labbi inn á Draumasetti og Héðinsgötu 10 í dag og ég gerði fyrir 12 ára síðan. Og það er gott, sko. Það er ógeðslega gott. Af því hér er bara fullt af fólki sem hefur náð árangri. Hér er fólk sem hefur allt í einu gripið þetta með friði Guðs, gripið að ég get ekki einn, ég verð að fá aðstoð við það. En munið það er alveg þegar að ófriður í lífi okkar, það mun stoppa allt af sem við erum að gera, allt. Og reiðin út í fólk er það versta sem til er. Við erum öskrandi, ég man hvernig ég var þegar ég var að keyra í bílnum að ég var ræðurnar voru samdar og það var enginn í bílnum að ég og svo sat einhver manneskja og örugglega með ís ykkur út af Spánu og það er rosalega gott skilur sem ég var ógeðslega reiður út í sko. Þetta er svo marklaust sko. Hann vissi ekki einu sinni andi einu sem ég var reiður út í. En þetta eyðileggur líf og allt er þetta óvinnurinn að reyna að stela, slátra og eyða í líf okkar. Hann vill ekki að þú náir árangri. Hann vill ekki að þér líði vel. Hann getur gefið þér alls konar fínar gjafi, ég get lofaði því. Bara fullt af peningum og alls konar fram á allt það. En ég get lofaði því, hann biður greiðslu einn daginn. Hann mun snúa þig niður. Það er alveg klárt mál. Hann er ekki að gera þetta í einhvern góðverkum. Hann er að gera til þess að ná þér, til þess að stela þér, slátra þér og eyða. Það er hans eina markmið. Þannig að við skulum hafa það á hreinu og við skulum það er gott að byrja daginn með því að hafa frið Guðs í lífi okkar. Hvernig farið frið Guðs í lífið þínu? Friður Guðs er ekki eitthvað sem þú vinnur fyrir eða biður um. Það er gjöf sem þú farið í trú. Og friðurinn sem ég gef er gjöf sem heimurinn getur ekki gefið. Það eru því ekki hræddir eða hrædd. Jóhannes 14. Og við erum að koma fram fyrir hann hverju mótni. Og við vitum það er einhver hlutin sem skilur okkur af frá Guði. Og það eru afbrotin okkar og syndin sem er í lífi okkar. Og það er mjög auðvelt, við erum búin að tala um það. 2 ofboðslega fallegar setningar og það er bara fiksað. Trú í hjartanu, játa með örunum, Jesús er drottinn, búið. Er það ekki auðvelt? Bara all fyrirgefningin komin fram fyrir Guði og svo dælar hann í þig frið og hvernig frið? Sem er æðri öllum skilningi manna og þá getum við farið að vinna spora vinnun okkar fara til nonna og Siggu og mömmu og pappa og af og ömmu og allt þetta fólk sem við erum búin að strauja yfir í mörg ár og segja hvað? Fyrirgefðu. Og það er það sem við þurfum að gera. En þetta getum við ekki gert nema við eigum frið í okkar hjarta. Fullvissu, eins og Biblían segir í Efesubréfinu, því að náð eru þér hólpin orðið fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að taka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum og enginn skal geta mikla sig hjá því. Efesubréfið talar um þetta. Og það er að eiga þessa trú, þessa fullvissu, trúar fullvissu, hver Guð er. Sannaðu til, byrjaðu bara hægt og rólega. Byttu Guð að koma inn í lífið, byttu Guð að
leiða þig áfram í samræðum eða í erfiðleikum í einhverju málum í þínu lífi og sjáðu hvernig hann svarar. Skref fyrir skref gerist það. Og svo byggist upp trúin, alltaf meir og meir. Við erum bara eins og Tómas sem þurfti að setja hendin í sárið á Jesú þegar hann sá hann, að því hann trúi ekki að það væri Jesú. Og það er ekki skrítið á við eigum vantrú í okkar lífi. En Guð hjálpar okkur með því að við leggjum fram bæn og beðni og þakkagjörð. Bara Drottinn, ég þakka fyrir að þú verður með mér í þessu samtali og ég þakka fyrir að þú heyrði bæn mína í Jesú nafni. Og svo ferð á stað og svo ganga hlutinni bara rosa vel fyrir sig. Þá getur þú krossað í. Já, hann var með mér. Svo gerur þetta skref fyrir skref. Svo verður trúðin alltaf meiri og meiri og meiri. Svo byggistu trúðin að hún verður eins og ég alltaf að tala að við þurfum ekki að sjá að trúin er fullvissa þá hluti sem er eigi auðvitað að sjá. Algjörlega fullvissa. Þú veist, ef við sæjum Guð hérna þá héti þetta ekki trú. Þá héti þetta bara staðreynd. Það heitir trú að því við sjáum hann ekki. Og það er það sem við þurfum að ganga út á. Trú okkar byggir upp. Guð, ég er búinn að segja, Guð myndi aldrei, þú veist, taka flugið hérna yfir og segja okkur hætt að rífast. Og segja, ég er Guð, verið ekki að rífast svona. Auðvitað væri það besta öllu og auðveldast. En hvað gerist þá ef hann gerir það? Vitið hvað gerist? Hann tekur viljan af fólki. Og í sköpunni þá gaf manninum frjálsan vilja til þess að velja sig og líka til þess að hafna sig. Og hann mun aldrei ryðjast inn í þetta sköpunarverk. Frjálsi viljinn sem er í þínum, allt í þínum höndum. Þegar okkur líður rosa villa þá þýr ekki alltaf bara að hrópa Guð, Guð, hvað ertu? Eða fólk segir, það er erfiðleika hér og erfiðleika þar. Hvar er Guð núna? Og þá segir maður, hefur þið tekið á móti honum? Hefur þið játað hann inn í lífið? Nei, það hef ég aldrei gert. Nei, þá er ekki skrítið og hann sé ekki komið til þín. Af því þetta er val, krakkar. Það stendur í orðinu að hann gaf okkur frjálsan vilja til þess að velja og hafna. Adam og Eva notuðu það á mjög sýnilegan hátt. Hérna. Apple. Það bitið epli hér. Þá veit ég hvað Steve Jobs hafði sitt. Allavega þá bituðu eplið. Af því þau notuðu viljan sinn. Guð báði að gera það ekki. En þau fóru gegn Guði strax. Af því þau vildi vera meiri og stærri heldur en hann. Og þá kom aðskilnaður milli Guðs og manna. Og þá var hann búinn að gefa okkur hennar vilja. Hann gaf þér, Nonni og Sigga og öll vilja til þess að taka mót honum, en hann gaði líka stjórnuna því að hafna honum. Og þetta er grundvallar atriði þegar fólk er að tala um trú. Að það er ekki verið að tróða, Guð er ekki að tróða sér inn í þitt líf. Hann mun aldrei gera það. Við erum hér til þess að gefa vitnisburð hvað Guð hefur gert í okkar lífi, sem mætti verða til þess að þú opnaði kannski þitt líf og tækir á mótunum og fengir að upplifa allt það og alla þá hjálp og alla það stuðning og alla þá elsku og ást sem Guð hefur til þín og gera hann að virka. Af hverju fæddist Jesú af konu, rosalega neyðarlegt til kallinn hennar, sko. Skilurðu? Hún bara gaf svolít og kallinn er ekki búinn að sænga neitt með henni, skilurðu? Bara allt í messi, þú veist. Hvaða rugl er það? Af hverju þurfti hann að Jesús að fæðast af konu? Skilurðu? Af hverju bara, var hann ekki bara allt í einu á jörðinni eða bak við eitthvað tré eða eitthvað og hérna, ég alveg að tala. Og ég segi ykkur út af hverju. Auðvitað talaði Guð til mannsins og sagði að hún væri hérna ófríska heilu og manda, heila randi sem gerði hann ófríska. Og þetta gerist úr því að Jesús varð að fæðast sem maður inn á jörðina. Hann varð að ganga hérna eins og hver annar sem maður þó hann væri Guð. Hann notaði aldrei yfirburðstöðu sína að vera Guð. Hann var að ganga sömu leið og við. Þá til hann fer á krossin og deyr fyrir alla okkar syndir og sjúkdóma. Þegar hann læknaði eitthvað, hann segið engum frá. Hann sagði það alltaf. Ekki segja nefnum frá. Þó þeir færi og sagði öllum frá. Hann notaði ekki yfirburðastöðu sína. Aldrei. Til þess að reyna að breyta
viljanum þínum. Og það það sem, þannig Guð í dag. Ekki sita hér og fúll út í Guð ef þú veist ekki hver hann og hefur aldrei tekið á móti honum. En þegar þú tekur á móti Jesú Kristi þá gerast bara hluti í lífiðinu. Ég man að konan mín var bara alveg ofboðslega reið út í Guð. Bara. Það voru bara hlutir sem var hennar lífi, hennar fórstu óréttlætir og hlutin var í ganga. Og hún alveg bara, gaf honum puttan og bara leta hann heyra það, sko. Og bara, hún var alveg brjáluð. En Guð elskar það, eiga samskipti við hana, frekar heldur hún myndi loka sig frá. Og þannig Guð þolir alveg að heyra aðeins væli í þér. Hann vill heyra það, hann vill hjálpa. Og þá vantaði hann kannski svolítið trú til að standa á að það sem Guður lofa það mun vera. Og það varð, skilurðu, það kom svar við þessari bæn. Það komur lausnir út úr þessum vandamáli sem hún var að berjast við. En Guð elskaði samskiptin við hana, þó að þau væri kannski ekki alveg á réttu nótunum. Þá elskaði hann samskiptin heldur en að afloka frá. Og þannig Guð í dag. Og það svo gaman að þegar maður skoða söguna og þessa ævintýrlegu göngu Jesú Krist á jörðuna, eða skoði bara í Biblíunni og lesið hvernig hann var aldrei að nota þessa yfirbörða stöðu, aldrei nokkuð tíma. Það var kona sem tróð sér í gegnum hópinn og snerti klæðafald hans og hann fann hver snerti klæðafald minn. Af því hún þráði lækningu, af trú hennar varð hún heil. 2 menn eldan, blindur. Og hann snýr sig við, hvað það elda mig? Já, býttu hvað, af hverju? Já, við trúum því að já, hann segi ekki trúið að ég geti læknað eitthvað, svo já. Ykkur varð að trú ykkar. Og það allt, sérðu, hann tróð sér aldrei inn innan kringumstæður. Heldur þá alltaf komið. Menn rufu þakið og letu mann síga niður til hans að þeir trúðu að Jesús myndi lækna hann. Og þeim varð að trúsinni. Og þannig að við þurfum að sækja þetta að. Og þú veist, við erum allt og mikið af fólki sem hefur tekið á móti Jesú Kristi líf og líf þeirra hefur alveg gjörsamlega breytt. Ég man alltaf einum borgarstjóra, skiptir engu máli hvað hann heitir, sem frelsaðist og eignaðist trú. Hann gat ekki gengið götur bæjarins, hann var svo paranoiður, hann var gjörsamlega búinn á andasál og líkama. Þegar hann kynnist Jesú Kristi, tekur á móti honum líf sitt og líf hans gjörbreytist. Svo þegar allt var komið í lag, orðinn borgarstjóri, þá afneitaði hann Guði. Það er bara svo auðvelt, sko, að þegar illa gengur, þá voru Guð að kenna, en þegar vel gengur, þá voru mér að þakka. Og það er svo sorglegt að horfa á þetta. Það er svo sorglegt að horfa upp á fólk sem hefur tekið og eignast nýtt líf með því að taka á móti Jesú Kristi inn í líf sitt. Eignast þennan frið sem við erum öll að leita eftir og afneita honum síðan þegar lífið þetta komið í lag. Það er þvílík sorg. En við biðjum fyrir þessum einstaklingum að Guð taki á tilbaka, opni faðan sinn að nýju fyrir þeim þegar þeir eru tilbúin að taka á móti honum. Af því að þetta er það besta sem hefur gerst fyrir mitt líf. Ég búin að lifa 60 og eitthvað ár, skilur, og í gegnum alls konar hluti í mínu lífi. Dummustu dalir og ógeð og viðbjóðurinn í kringum nestluna og meðvitundarleysið og framkominn gagnvart fjölskyldu mínu, gagnvart börnunum mínum, rústa öll í fjármálum margsinnis og þú veist, ég er búin að gera þetta allt, sko, alla þessa hluti. Og eitthvað leið tilbaka? Já, það er leið tilbaka. Það var svolítið erfitt að koma inn í hausinn á mér. Hann varð að gera mér nánast dauðan til þess að ég fattaði að ég gæti þetta ekki sjálfur. Og ekki bara það, heldur það að ég var þessi virði að fá þessa gjöf. Ég á þess virði að hann myndi gefa mér alla þessar gjafir sem hann er með fyrir þig og mig. Stendur í hillurnar og fullar að gjöfin til þín. Við getum öll eignast þetta líf í fullkomnum frið og í algjöru sátt við Guð. Og leiður við sátt við Guð þá erum við sátt við menn. Og það er það sem er spennandi við að vera í 12-spora-samtökunum til dæmis. Það er að sjá árangurinn að við erum búin að brjóta eitthvað niður og hvernig við sjálf með hjálp Guðs getum byggt upp að nýju og gert það betra en nýtt. Og það er óbúrslega fallegt að sjá. Þetta fekk ég að horfa upp á börni mín til mér. Vá, ok, þakkláttur fyrir það. Ég held ég var búin að missa þau forever. En svo var ekki, sem betur fer. Og
og ég er þakklátur fyrir það. Við eigum öll einhverja drauma. Ég man þegar ég satt fram í þessum sal fyrir mörgum árum síðan, 1989, eitthvað svoleiðis, og sagði, wow, hvað mér langar einhvern tíðan að fá að standa alltaf uppi og segja eitthvað. Af því að Guð er búinn að vera svo óbúslega góð við mig, maður langar svo að segja fólki frá því. Við tölum oft það allir sem hafa verið meðferðir að allir vera ráðgjafar. Af því að það er svo óbúslega gaman að geta leitt fólk inn í sannleikann. Er það ekki það sem var á bakvið það? Ég veit að mörg ykkar eru búin að fara í meðferð. Hversu margir fengu þessu hugsun, mér langar til þess að vera ráðgjafi? Fullt af fólki sem fékk það. Af hverju? Af því að það er svo gott að geta gefið af fólki og gefið þeim lausn. Í dag þurfum við ekki að vera ráðgjafi til þess. Við gefum þeim Jesús, þá gefum við þeim allt. Og segjum þeim bara, verum ekki feimin að segja frá því. Við lifum í ógeðislega ljótum heimi í dag. Sorry, þannig að horfa það fyrir mér. Óréttlæti, alls konar synd sem er að vaða yfir heiminn og afbrigði, já, ég ætla ekki að förum ekki í það, en allavega fullt af hlutum sem eru bara að gerast í lífinu, sem er bara hrikalegt og stríð og þjóð gegn þjóð og maður gegn mönnum. Þetta er bara ógeðslega ljótur heimur og við þurfum á friði Guðs að halda. Við þurfum á Guð að halda fyrir þessa þjóð. Og vitið það að ég trúi því að við stöndum bara þröskvildi alveg gríðarlega vakningar sem verður meðal fólks. Vakning er það að þegar fólk vaknar upp af svefni og sér með réttum og réttsýnum augum hvert lífið er að fara. Og það breytir, það er svona turning point, þau bara breyta og frá nýjan stað. Við getum ekki endalaust. Ég man, það voru menn hérna frá Teen Challenge, ég hitti þau núna með Guðrúnum fyrir nokkrum dögum síðan, og Teen Challenge er náttúrulega sko biluð meðferðarsamtök. Og ég hérna lærði út á Flórída, það var svona myndband sem þið gáðu mér, og við gerðum þetta í kirkjunni hér, byggum til þessa leiksýningu sem var gerð hérna í kirkjunni, og ég bjó til svona ímyndaða kirkju hérna og stóð fyrir ofan kirkja og 16 stólar, og svo slökkt í salnum og fullt af fólki í salnum, og svo byrjaði fólk að labba inn hérna, einn var með svona þvingu á hausnum og það var svo mikið áhyggjur, og svo þegar hann kom upp að kirkjudyrunum hér og sett hann þvinguna niður og tók upp svona brosgrímu og settist. Svo kom maður með hérna klámblað, það stóð svona 6 eitthvað, og setti hann yfir dyrnar, setti upp brosgrímuna og labbaði inn í kirkjuna. Maður kom með áfengisflösku og drakk, kom upp að dyrunum kirkjunni, setti upp brosgrímuna og settist. Og er það ekki akkurat það sem við erum ofta að gera? Við sitjum upp á brosgrímu þegar við komum hingað, en á bakvið er alveg ótrúlega mikið sorg, kvíði, ótti, hræðsla, vanmáttakennd, fíknin að herja okkur, afbrotin sem við erum búin að gera, samviskubiti, það er allt í gangi hjá svo ótrúlega mörgum. En vitið þið að tækifæri í dag. Ef ekki að rísa á fætur, mér langar líka að biðja hans fyrir bænarefni sem voru að koma inn, biðja fyrir fjölskyldum mann sem að lést núna fyrir nokkrum dögum síðan að hérna, Guð haldi verndarhendi yfir þeim. Og svo mér langar mig til bara að biðja fyrir okkur öllum að Guð megi gefa okkur þennan frið í hjart okkar. Og síðan erum við með fyrirbiðjendur hérna, ef þið viljið koma fram og fá fyrirbæn, þá bara verið velkomin og fá fyrirbæn. Það er gott að láta biðja fyrir sig, gott að játa fyrir systkinu sínum eða einhver hluti sem við erum að berjast við. Í þessari sýningu sem ég var að tala við okkur, þá bæði ég Guð að sýna með 3 manneskjur sem væru með synd í lífi sínu. Hluti sem er ekki réttir í lífi sínu. Og þú veist, ég var nýlega komin til trúa og svo hringdi ég eitthvað fólk í kirkjunni hérna og sagði, heyrðu, Guð var að segja mér að það væri eitthvað í lífiðinu sem væri ekki alveg á hreinu, og hann var að segja mér að þú ættir að játa fram fyrir kirkjunni. En vitið það urðu bara 3 símtöl og 3 já. Og þetta fólk kom hérna fram, labbaði að dyrunum og tók upp grímuna. Ásta mín fyrirrandi eiginkonur var búin að búa til svona grímur úr svona pappa, en það voru 3 grímur og voru úr leir. Og svo tókuðu þessi sem ákvaða að játa syndi sína, þau tóku grímuna og sett hana upp og löppuðu inn í kirkjuna. Svo komuðu að púltinu, ímyndað, tóku af hana og horfðu á hérna grímuna og sagði, ég get ekki staðið þessu lengur, ég vil þetta ekki lengur. Og svo tókuðu grímuna, ég var búin að sitja svona gangstétti hellu, og smölluðu grímunni í stéttina og svo játuðu fram hluti úr lífi sinu frammi fyrir söfnuðinu.
Æ, hvað ég vildi við getum farið á þennan stað. Af því að, þú veist, að við treystum hvort öðru fyrir því sem við erum að berjast við. Þá náum við þessari sameiginlegu velferð og hún situr þá í fyrirrúmi. Og batinn og endurreisnin í líf okkar undir þessari einingu að við höldum undir hvort annað. Ég finnst alveg hræðilegt að vita þess að fólk sem á að vera hérna kvöld ennþá úti og að þjást og það ógeðslega sárt. Man langar að gera svo mikið, það fullt af fólki hérna sem er bara með öskrandi þrá að geta gert eitthvað, opna eitthvað, hjálpa eitthvað, taka móti fólki, reisa fólku upp að því ekki ríki að gera það. Því miður. En við getum allavega haldið utan hvort annað hér. Og hér stórkostlegt tækifæri að koma með fólk sem að berjast. Það var einn góður trúleysingi sem hringdi í mig í gær og var með konu sem í erfiðleikum og óbóðslegu þungi og áhyggjur og byrðar. Og hann sagði ég held hún hefði gott að því að koma á samkomandi því og finna Guð. Og þú veist við getum, ef við dæmum ekki aðra, við elskum fólk til lífs. Látum aldrei segja okkur neitt annað. Bara Faðir, við bara þökkum fyrir náðina, fyrir miskunn þína, fyrir kærleika þín og fyrir elskunni. Ég þakka þér fyrir þessi yndislegu líf sem hér inni, Drottinn minn, sem þú reistu. Fólk sem var nær dauða en lífi, Drottinn. Fólk sem þú leiddir út úr myrkri inn í ljós. Og við þökkum fyrir að við þurfum bara einfalda bæn. Taka móti þér inn í líf okkar og allt mun breytast, Drottinn. Og við þökkum fyrir að þú leiður okkur áfram, skref fyrir skref. Þú lætur okkur aldrei nokkuð tíman að geta ekki borið þá byrðar sem þú setur á okkur. Þú munt aldrei setja meira á okkur heldur við þornum, aldrei nokkuð tíman. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur okkur tíma. Þú ert náðarinnar Guð, þú kærleiks Guð og þú elskar einn og sér Guð. Ég bið þér, Drottinn minn, megi líka taka burtu svona einhverja rökhugsun sem að reyna að segja okkur hvernig Guð og hvort þetta geti verið satt og Drottinn bara gefðu okkur þessa trúina að því við sjáum ekki, trúina að því við finnum fyrir þér út eins og vindurinn, við sjáum hann ekki en við finnum fyrir honum og það nákvæmlega saman með þig, Drottinn, við finnum fyrir þér þó við sjáum þig ekki og við höfum vitnisburðina frá þúsundum og milljónum manna, Drottinn, hvernig þú gripið inn í líf okkar. Takk fyrir hvernig þú greist inn í mitt líf. Þú gerðir mögulegt það sem var ómögulegt fyrir læknum og hjúkrunarfólki. Það gerðir þú mögulegt. Þú læknaði með anda, sál og líkama. Og ég þakka þér fyrir þessi kraftdag sem inni í dag, Drottinn. Gefðu, Drottinn, að okkar vitnisburður, Drottinn, megi vera svona eins og leiðast út í líf annara, fólk sem þarf á því að halda, fólk sem alveg komund að bjargbrúna, fólk sem þessi hangir bara, Drottinn, að við getum komið með hönd okkur og hjálpa þeim, Drottinn, toga þau upp og hjálpa þeim áfram veginn, Drottinn minn. Bara burtum allan hroka, Drottinn, úr líf okkar. Gefðu mig bara að gefast upp fram fyrir þér. Láta af og leyfa þér að koma inn í líf okkar. Við blessum einn og sérkvæmt sem hér inni, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir einn og sérkvæmt sem hér. Það áætlun að fólk hér í kvöld, Drottinn. Þú veist hver svo áætlun er. Ég bið þig að hjarta sem opið núna, Drottinn, megi taka móti bænin í þér og eftir líka. Að þau megi taka móti þessum gjöfum sem þú hefur fyrir líf okkar. Bara heilagur andi, farðu salin og snertu við einum og sérkværum. Snertu við það sem sorgin það sem kvíðin það sem óttin Gefðu frið, fullkomin frið, þinn frið. Gefðu, Drottinn, að við megum bara lyfta öllum okkar áhyggjum, öllum bænarefnum okkar upp til þín og þú tekur á móti þeim. Og þá kemur þessi friður í huga okkar og hjarta okkar sem gefur okkur kleift að lifa í gleði, frið og frelsi. Ég bið að vera með einum og sérkunni hér út þessa viku, Drottinn minn, sem og alla daga. Ég bið Drottinn að gefa kjark og þor til þess að koma fram fyrir þig á kvöldinu og við förum að sofa og þakka fyrir daginn. Og vakna mótni og beða þig að koma inn í líf okkar og þinn frið með, Drottinn. Við þökkum fyrir að þú ert allmáttugur Guð og þú elskar okkur. Takk fyrir viljan sem þú gafst okkur. Viljan til þess að velja þig inn í líf okkar, Drottinn minn.
Í Jesú nafni. Amen. Það verður gott bara að biðja svo í klukkutími viðbóð. Það svo gott að biðja. Og sérstaklega þegar maður búinn að taka móti þessum frið. Og það það sem við þurfum. Og ég þurfti svo mikið á því að halda og ég veit að þið þurfið á því að halda líka. Það svo margt að berjast í lífum og hér eru menn sem eru nýlega búin að falla fyrir áfengjum og fíknumna aftur en eru hér í kvöld af því þið þrá að stíga upp að nýju. Og þú veist, aftur og aftur þá förum við upp. Þá til að dagurinn kemur við náði. Og Guð gefur okkur náð til þess að gera það. Í Jesú nafni. En við skulum fá hérna fyrir mig. Ég langar líka að segja ykkur eitt hlut áður en við hættum. Það samband við TC, vorum þannig TC. Í byrjun september þá verður skólinn, TC skólinn, þetta svona bilanámskeið, svo flott, tilbúið fyrir okkur. Verðun á Draumasetrinu og Héðinsgötu og byrjar núna í byrjun september og alveg fram á jólum og hverjum einasta degi. Og þú veist, ef þú ert hér í kvöld og ert með lausan tíma, að þá hvet ég þig til þess að gera þetta. Ég búinn að horfa á þetta. Gulli besta dæmi, alltaf verið að nota gulla. Hugsaðu hvað Gulli var illa farið. Það alltaf verið að nota, það hefði verið að tala bílpró eða hvað ég nefndu það bara. Og notum alltaf gulla. Nei, hann fór í skóla, hann var búinn að ná árangunum sínum og allt það. Það hefði gjörbreytt í líf hans, algjörlega. Þú far alltaf að sýn á lífið. Þú far alltaf að sýn á þjónustuna þína. Og hversu mikið Guð elskar þig. Og svo annar núna í enda ágúst, ég held að segja 30. Ekki? Að þá já, ég með augu hér. Og þessi kappi klikkaður, sko. Hann rosalegur. Og ég hvet ykkur til að koma. Haustmótið og United með í því. 38. til 2.9. annari mánudagur. Og hann verður hér og þá verðum við með stóru lögin okkar hérna út í horni og skýrn. Og yfirleitt þetta svona frá 10 upp í 15, 20 sem hafa skýrst hérna á þessum mótum. Og ef þú átt eftir að taka skýrn, ef þú átt eftir að grafa gamla mannin og rísa upp sem ný sköpun, þá hvetið þið til þess að gera það. Alltaf að segja þér mér sjómenni hérna í Kópavogsdalnum að það veiðist ekkert eftir að búa að skýra hér daginn eftir. Þegar vatni rennur út í hafið hérna. Það lifir ekkert kvikt þegar syndirnir ykkar farnar af. Ég að grínast. Þannig að það verður alveg, og það mögnu stund og með lofgjörð og skýrn. Amen. Látið sjá, tökum frá þessa daga. En endilega, ef þið vilja láta biðja fyrir ykkur, þá erum við hér. Guðrún mig, hjálpa þú ekki að biðja og ekki ykkur fleiri hérna. Halleluja.